Jæja minn, fyrsti leikurinn með KR. Hvernig líður þér eftir leik? Þreyttur náttúrulega, en frábær stemning á leiknum og ég er ekki vanur við svona mörgum áhorfendum og fólki sem eru bara að syngja í 90 mínútur, þannig ég er mjög ánægður og mjög glaður. Hefur nokkuð að spila fyrir framann 3100 manns? Nei, aldrei. Aldrei, nei. Ég held mest hjá mér var mútið Keflavík og seinst árið kannski 1200 manns. Já, þannig að þú ert rúmlega tvöfaldar þá reynslu. Já, þetta var ekki tilfinning. Algjörlega. Og þú náttúrulega ert það heppinn að þú upplifir aldrei heimaleik á Afeiksvellinum, kemur hérna beint í Vesturbæinn. Þið trúðu mér, stemningin er öðruvísi þar en hér sko. Já. Þannig að þú ert að fá þetta beint í æð. Já, þetta er ekki tilfinning og við erum búin að vera jákvæðir og preppa þetta alla vikuna og þú veist, liðið búið að vera frábært og allir að tekið vel á móti mér og þetta búið að vera geggjað sko. Áttirðu von á því að vera í byrjunarliði í dag? Akkur ekki. Algjörlega, það er bara fínn svar. Já. En hérna, nú kannski sást það sem að þú kemur inn í KR-liði sem er gífurlegur hraði og tækni og leikni á vinstri kantinum. Og mér fannst svona þessi byrjun leiks að byrja jafnvel sem vinstri bakvörður, var það? Nei, ég er bara elta minn leikmann og minn leikmann fer hátt upp, þá fer ég lágt niður. Það er bara hannig. Einmitt. En svona lokum, ertu ekki bara nokkuð sáttur með þinn leik og spilamennsku liðsins í dag? Jú, við vorum frábærir í dag og mér finnst við vera betri í dag. Við vorum, óheppnir að taka 3 stig en, svona er fótbolti og ég held ég spilaði bara mjög fínt og alltaf ætti að gera betur og bara fínt leikur hjá mér. Einmitt. Og nú er alltaf að koma úr lengjudeildinni, komin í bestu. Og þetta bara, finnst þér ekki gaman að eiga svona flotta frammistöðu í fyrsta leik? Þú ert að hoppa upp heila deild og hvað þá á móti meisturunum? Jú, maður líka að spila betur á móti betri liðum og það er alltaf skemmtilegt að spila í svona stóru leikum. Einmitt. Herru, bara til hamingju með fyrsta leikinn og takk kærlega fyrir viðtalið.